Yes. Maður að redda sér. Já, við bara gerum okkar besta, þetta eitthvað smá tæknilegt hérna, þessum hjá okkur. Já. Ég alltaf komin inn, ég heyri. Bæsilegt. Já, það heyrist vel í þér. Ljómandi. Herru, þá ég í. Ok. Já, komið sæl. Þá býð ég ykkur velkomin á 7. fund íbúðaráðs Kjalarness. Við erum búin að vera í smá tækniörðuleikum þetta, þannig að okkur hefur seinkað dálítið. En við reynum bara að halda dagskrá eins vel og við getum. Eigum við ekki bara vinda okkur í fyrsta lið? Fyrsti liður hjá okkur, það er bréf skrifstofu borgarstjórnar heimild til frávika frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga. Þetta er upp á við megum vera með fjarfund. Þetta er svona, held ég bara nokkuð staðlað form. Ok. Svo sem ekkert við að segja nema kannski þetta bara alltaf gefur okkur heimild til að hafa fundin á þessu formi. Eitthvað sem þið viljið segja þetta? Nei. Höldum það ekki bara okkar strikki. Þá er komin að öðrum lið fundarins. Það er sem sagt erindi frá íbúa á Kjalarness umgengni landið meðfram Leirvogsá á norðanverðu, frá Esjumölum inn að Hrafnhólum og leiðir til úrbóta. Það er greinilega svona aukin umgengni um þetta svæði og hún er ekki kannski endilega mjög góð. Það er spurning hvaða leiði viljum taka í þessu máli. Ég hérna persónulega myndi vilja bara vísa þessu erindi áfram til umsagnar. En ef að þið hafið aðra skoðun á því eða viljið fara aðra leið, þá endilega láta mig vita. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já, endilega. Ég er að henda þér fyrir mig. Þess þú vilt senda þetta til umsagnar, hvort það væri ekki rétt að við myndum þá ræða það í hvað farveg væri best að senda þetta. Hvort að það er og skipulagssvið eða eftir með eitthvað annað í huga? Nei, það var það sem ég hafði í huga um þetta. Já. Mér finnst bara að það vera að hraða þessu erindi þannig að íbúar fái skjót og góð svör. Já. Þannig að þetta komi fljótlega tilbaka ef við sendum þetta til umsagnar frá okkur þá sendum við það með þeim skilaboðum að við viljum skjóta og góð svör við erindinni. Já. Guðnir að biðja orðið. Já, heyrið í mér. Já. Það er hérna, ég var að senda Heimi smá póst á það. Ertu komin með það, Heimir? Já. Þetta er til ég að setja upp á skjáin. Það er svona hugmynd sem ég var með í hvað við ættum að gera. Og ég get lesið það bara hérna, ég er með það líka, meðan þú ert að setja það, það kemur hérna. Íbúar á Kjalarness óskar þess að heilbrigðiseftirlitið geri athugun á umgengni landið með frá Leirvogsá að norðanverðu, frá Esjumölum inn að Hrafnhólum og geri tillögur að úrbótum og kanni viðhorf til úrbóta þeirra aðila sem gætu hugsanlega verið valdir að slæmri umgengni. Er þetta ekki ágætt byrjun? Mjög fínt. Jú, ég finnst þetta hljóma bara fínt. Mjög gott. Já. Þetta hljóma vel. Svo getum við fylgt þessu eftir síðar, þegar við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiseftirlitinu. Já, er allir sammála þessu? Já, ég tek undir það og ég held að það væri bara ágætis leið að byrja því. Já, sammála. Ég er sammála þessu. Sigurborg, hefur þú eitthvað að segja? Nei, ég held sér bara mjög góð leið. Já. Þá ræjum við það. Þá ætlum ég að vinda mig í þriðja erindið. Það er líka erindi frá íbúa Kjalarnessi og þetta snýr að lagningu ljósleiðara í dreifbýli á Kjalarnessinu. Ég veit að
Hverfisráðið var búið að vera vinningsmál, ég veit ekki hvað þetta starta nákvæmlega sko. En þannig kom örugglega berlega í ljós þörfin á þessu í þessu COVID, já, öllu saman. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já, endilega. Mér finnst þetta bara mjög gott erindi og bara þakka fyrir það að við fáum þetta erindi sett inn til okkar til þess að fylgja því eftir. Við þekkjum alveg þau vandræði sem hafa skapast þarna í dreifbýlinu vegna tenginga við netið og þetta skapaði mörgum erfiðleika einmitt í COVID-ástandinu og ég held að við verðum að hafa svolítið hraðar hendur með að koma þessu í lag þannig að til að mynda fólk getur stundað fjarnám og jafnvel fjarvinnu vegna þess að við erum að horfa fram á það. Þeir munu þurfa að stunda fjarvinnu áfram því ástandi sé ekki alveg lokið og sumir munu jafnvel taka út fjarvinnu bara með þá þekkingu og reynslu sem að hefur skapast í gegnum COVID. Þannig að mér finnst að við verðum eiginlega að hafa hraðar hendur með það að ýta eftir þessu til þess að tengja allt borgarlandið við ljósleiðara. Og mögum ekki gleyma því að Kjalarnes er hluti af Reykjavík og við verðum að standa vörð um þeirra hagsmuni. Já, má ég koma inn á þetta líka? Já, svo er Guðni næstur. Já, ok, sko, þetta er inn á fjárfestingaráætlun, þannig að áætlunin segir að þetta verði þá undirbúið á komandi vetur og farið í útboð næsta vor og framkvæmdir næsta sumar, þannig að þetta verði komið næsta haust. Þannig er planið núna, þannig að ef við viljum flýta því að þá þurftum við að flýta því þannig að útboðið færi fram núna í vor eða sumar. Það er eina leiðin til að ná að flýta því. Þannig að þá myndi ég leggja til að ef þetta er formuleg tillaga að hún væri þá orðuð á þann veg að því væri flýtt. Þannig að það yrði þá farið af stað með útboð og framkvæmdir á þessu ári. Annars er í rauninni ekki verið að flýta því. Já, ég tek undir það sem ég bótt með þér að það þarf að flýta því að setja þetta í útboð og þannig að þetta ekki verði hægt að fara í framkvæmdir og koma þessi gagnið sem fyrst. Spurning hvort að við sendum eitthvað frá okkur til þess að ýta eftir þessu. Ég held að það sé nauðsynlegt að hvernig það sameinist það og leggist áræðnar með það að þessu verði flýtt. Guðni, hvað vilt þú segja? Já, ég ætlaði svona annars vegar að benda á, sko, það kom svona róleg svona könnun sem var gerð í Klippuskóla að 30% nemenda búa við ófullnægjandi ljósleiðaratengingu, eða sko nettengingu eru ekki með ljósleiðara. Og þetta kemur náttúrulega vel í ljós þegar að þessi fjarkennsla stóð yfir, sko, og þetta hafði þau áhrif að það voru einhver erfiðleikar hjá 30% nemendum að nýta sér fjarkennslu. En þá er hinn spurningin, sko, til hennar Sigurborgar, ert þú ekki til í að búa til tillöguna? Af því þú þarf þá líka samþykkjana síðar. Já, ég skal skoða það. Þá ég bara vona að ég hafa hana frá það. Þá segjum við þessum lokið og Sigurborgar þarf að semja eitthvað með gott fyrir okkur um það. Þá er næsti liður, það er Sumarborgin 2020. Það er sem tillaga borgarstjóra eflingu hverfisalda mannlífs og menningar í hverfum borgarinnar sumarið 2020. Þarna er að koma semst einn svona auka styrkir í raun, þetta er ekki sem sagt hverfisjóður eða svona slíkur, þetta er viðbót við það og þessu er deilt samt ekkert ósvipað út og hverfisjóður, það er sem sagt hverstala sem öll hverfisaði fá og síðan er þetta eftir hlutfall íbúa, eða sem fjölda íbúa.
Heimir, veistu hvernig staðan er búið að auglýsa? Nei, það er bara alveg á loka metrunum að sem sagt setja þessi umgjörð saman. Sú vinna hefur verið gerð í samráði við formenn íbúðaráðanna og ég á von á að þetta sem sagt þetta fær í lofti bara annarkvort á morgun eða strax í byrjun næstu viku og þá geti áhuga sem fara að sækja Ok. Og það var umræða á sem sagt, það var svona kynningarfundur þetta með formannunum og það var einmitt umræða sko, þessu stuttu fyrirvari þetta að gerast hratt, þetta nýtist í sumar. En það var komið fram, þú veist að við náum, ef að koma einhverjar umsóknir, þá náum við væntanlega að afgreiða eitthvað á júnifundinum með okkur. En síðan ef það væru umsóknir sem kæmu eftir það og það væri eftir peningum og þá væri hægt að útfætta þeim jafnvel bara á fundinum í ágúst. Þannig að þetta þarf ekki að gerast allt núna, það sé náttúrulega gott að þetta fari sem fyrst í gang. Má ég aðeins koma inn í þetta, Marta, hérna? Já, gerðu þetta. Ég er aðeins að velta fyrir með þessum umsóknum. Þar sem við sem að tökum ákvörðun hvaða verkefni verða fyrir valinu fyrir Kjalarnesi. Er það ekki rétt skilið hjá mér að við tökum það endanlega ákvörðun það? En getum við sett einhverjar áherslur inn í auglýsinguna hvers konar verkefni við teldum vera heppilegust fyrir Kjalarnesi? Eða er þetta bara skilgreint eins og það kemur fram í gögnunum? Eða er verið að biðja okkur einhverjar nánari útfærslur varðandi þessi verkefni? Nei, ég held í raun sko að það eru ákveðnar forsendur gefnar í upplýsingunum og síðan sækir fólk og það er einhver sem farið í umsóknina og við fáum það síðan til okkar til að samþykkja eða hafna. Þetta er í raunverulega bara þessi rammi sem tillagan gerir ráð fyrir. Verkefni viðburðir sem ætlar að stuðla auknu mannlífi, menningu, félagsauði og lífsgæðum í hverfunum. Svo náttúrulega getur þið sem íbúar að hvað fólk til dáða og gefa þeim innblástur og hugmyndir að einhverjum verkefnum. Já, ég er aðeins að spá í það sko hvort að þetta gæti verið einhver verkefni sem væri atvinnuskapandi fyrir svæðið af því að við þekkjum það að það væri kannski fullt þörf á því fyrir svæðið, fyrir Kjalarnesi að ýta undir að slík verkefni færi í gang. Þannig að þetta er dálítið svona þröng skilgreining á verkefnum. Ef við erum að hugsa það að skapa atvinnutækifæri fyrir svæðið og sem veitir örugglega ekki af vegna ástandsins eins og það er í samfélaginu núna. Já, svo sem þetta er tillagan og já, einmitt. Sem við að taka afstöðu til. Já, það er búið að samþykkja þessa tillögu í borgarráði og svo er verið að útfæra hana á umgjörðina og það fer allt í loftið bara upp af næstu viku. En eins og ég hef skilið þetta, þá er þetta kannski ekki ætlað að vera atvinnuskapandi í þeim skilningi. Þó vissulega sé hægt að efna til einhverja verkefna sem þarfnast aðkeyptrar þjónustu. Já, einmitt, það getur verið hvoru tveggja sko til að auka mannlífið en líka kannski verið atvinnuskapandi í leiðinni. Nákvæmlega. Má ég fá orðið aðeins, Heimir? Sigrún, má ég aðeins fá orðið? Já, fyrir svo. Ég bara aðeins að velta fyrir mig það svona smá flækjustig í þessu verkefni að því að sko þetta er markmiðið að efla hverfisenda mannlíf og menningu og sem er bara algjörlega frábært en á meðan erum við að fella niður svona fullt af menningarviðburðum til þess að gæta að sóttvarnar markmiðum. Þannig að það kannski þarf að hafa það í huga þegar að kemur að úthlutun í þessu verkefni.
Er ykkur fleiri sem að vilja fá orðið varðandi þennan lið? Ef ekki, þá held ég að við vendum okkur bara áfram í næsta lið. Það er 5. lið, það er afgreiðslufundur heilbrigðis eftirlitsins. Já, þetta er frekar vælt hérna, en já, þetta er semst afgreiðsla heilbrigðiseftirlitsins á umsókn Skotfélags Reykjavíkur endurnýjun starfsleyfis til reksturs skotpalla á Álfsnesi. Þetta er semst til framlagningar. Heilbrigðiseftirlitið sendi okkur bara ábendingu þetta og hvatti ráðið til formið til að leggja þetta fram á næsta fundi. Það er að bregðast við því hér. Þeir eru semst að framlengja gildistímann að hámarki í 1 ár. Er það þá til þess að fara betur yfir þessar ábendingar sem að koma frá íbúðum og sem að við bentum á síðasta fundi í íbúðaráðinu? Af því að þeir gefa fram starfsleyfi fyrir 1 ár, hugsunin er þá væntanlega að vinna betur í málunum í millitíðinni. Ég myndi telja það, já. Það stendur þarna næst fyrirhuga að nýta henni tíma til frekari rannsókn á umhverfisáhrifum frá starfseminni. Einmitt. Og niðurstöður skal nýta við afgreiðslu umsóknirnar. Þannig að það hefur tekið tillit til ábendinga okkar og íbúanna varðandi þessi mál. Já, má ég fá orðið, Sigrún? Já, gjörðu svo. Já, það er einmitt hugsunin held ég þarna að ástæðan fyrir að það er bara 1 ár í starfsleyfi er að nú er bæði heilbrigðiseftirlitið að skoða ábendingar varðandi mengun en einnig er skipulagsfulltrúi að vinna því að finna nýja staðsetningu. Og það er ástæðan fyrir svona stuttum gildistíma leyfisins. Guðni, hvað orðið? Já, ég var með þarna texta sem ég sendi heimi og mér langar til þess að íbúðaráðið fái að sjá þessa jákvæðu skipulagsfulltrúa sem var gefin til hliðsjónar við nýja leyfið, svona bara til að við fáum að vita, að sjá allar upplýsingar. Ég fann það ekki á netinu hjá borginni. Nei. Heimir, sástu þetta frá mér? Já, ég sé þetta hérna. Íbúðaráð Kjalarness. Ég er að velta því fyrir mig hvort að þetta sé plaggið sem þú ert að kalla eftir hafi komið sem fylgigagn með svörum við fyrirspurnum okkar sem er sem sagt næsti liður. Ég sá það ekki þar. Nei. Var það? Nei, ég held ekki. Ég held nefnilega ekki, sko. Nei. Ég held að sé nefnilega ekki með, sko. Það er í það næsta, þá er umsögn í næsta leik það er svar heilbrigðiseftirlitsins fyrirspurn ráðsins sem lögða fram í febrúar og meðfylgjandi þar er umsögn erindi upphaflegt erindi íbúans Skotsvæði. Já, þarna er þetta sko í þessu í þessum textum liggur núna fyrir. Það er talað sko jákvæða umsókn skipulagsfulltrúa. Þetta er byggt, leyfir, gefið út aftur. Það er væntanlega þá annað plagg. Já, ég var að leita því á netinu og fann það ekki. Það var
Já, ég hefði áhugaði kalla eftir því. Íbúar á Kjalarnes óska þess að fá eftirfarandi gögn vegna framlengingar starfsleyfis Skotfélags Reykjavíkur. Jákvæð umsókn skipulagsfulltrúa. Er þetta einhver fyrirspurn sem ráðið vil sameinast eða ætla Guðni að standa einn með þessu? Ég alveg til í að kalla eftir þessum gögnum, ég veist ekki að ég að fá þau. Ég tek undir það líka. Eru einhverjir í ráðinu mótfallnir í að kalla eftir þessu sem heilt, eða að ráðið kalla eftir þessu? Ég verði alveg til að fá sjá þessu gögn, sko. Já, Þetta er skoðun á þessu. Bara eitt tæknilegt atriði. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvað Guðni skrifaði, en það þarf að standa... Ég er að varpa því upp, ég er að það er nefnilega hluti af stærra skali sem að senda mér. Ég verði að afsaka það. Þetta er sem sagt, það sem Guðni sendi á mig varðandi þetta. Er ekki næstu liður fyrir ofan? Já, jú. Já, þarna þarf að koma fram sem sagt vegna framlenginga er sem sagt hvert upprunalegt erindið sko. Það er sem sagt að segja að, þú veist, á fundi 1440 hjá Heilbrigðiseftirlitinu lið 13 Ég skal finna út í því. Já, þú veist, það stendur í erindinu bara þannig að það er ekkert að milli máli hvaða umsögn skipulagsfulltrúa það er, þannig að það þarf að vera aðeins skýra. Yes. Þá held ég að við séum orðið sammála þennan lið. Þá næsta dagskrá svar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við fyrirspurn íbúaráðs Kjalarness vegna skotsvæðis á Álfsnesi og umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur erindi íbúa vegna skotsvæðis á Álfsnesi. Við sendum þessa fyrirspurnin í febrúar, segir Heimir. Já. Það kemur fyrst semst í þessar spurningar sem við lögðum fyrir Heilbrigðiseftirlitið og síðan koma svörin.
Nei, einhverjir sem vilja tjá sig eitthvað þetta svona? Enginn? Jú, Sigrún, mig langar að nefna eitt. Já. Varðandi blýmengun þá er eins og kemur fram að heilbrigðiseftirlitið mun skoða það nánar, þannig að ef að það einhver kemur fram að það sé staðfest blýmengun þá getur heilbrigðiseftirlitið sett bara með mjög skömmum fyrirvara bara algjört bann við þeirri notkun, þannig að það er eitthvað bregðast hratt og skjótt við því allavega það kemur upp og er staðfest. Veistu eitthvað hvar það er í ferlinu, hvenær það er gert það? Heilbrigðiseftirlitið í rauninni hefur sagt að það muni rannsaka máli, ég veit ekki meir sko. Við getum svo sem óska eftir upplýsingum það ef við viljum, annars held ég að það ætti nú að koma inn á næstu vikum. Einhverjir fleiri? Ef svo ekki, þá ætla ég að loka þessum lið og þá er næst svarskrifstofa borgarstjóra og borgarréttarfara erindi íbúa samtaka Kjalarness þar sem óskað var eftir upplýsingum lóðaframboð á Kjalarness. Sigrún, má ég fá orðið? Já. Já, ég er að velta fyrir mér hvort að ráðið vilji bóka hér undir þetta lið að við viljum að það sé að fari verði í sem sagt rannsóknir á íbúðalóðum við Búagrund, Helgugrund og Jörfagrund sem fyrst til þess að fá niðurstöðuna fram sem fyrst. Það sem að skiptir máli fyrir uppbyggingu hverfisins. Hvað segir það? Já, þá ertu að tala að minjastofnun fari í þessar rannsóknir út á fornminjum. Já, ég er að tala um það. Má ég aðeins koma hérna inn í þetta, Marta? Hvað eru þetta margar lóðir í heildina sem ræðir sem að þarf að fara í þá einhverjar forrannsóknir á til þess að gera þær byggingarhæfar og hvað getum við áætlað að það taki langan tíma? Nú verð ég bara að játa á fagfræðina að ég veit ekkert tímafaktor í fornleifarannsóknum. En Sigurborg, veist þú eitthvað svoleiðis hluti? Já, það getur alveg tekið alltaf ár, sko, ef þetta er stór og mikil rannsókn, sko. Myndi ég segja að ár væri kannski svona hefðbundið, sko. Sumar taka styttri tíma, aðra lengri. En má ég aðeins spyrja þig, Sigurborg, af því að ég veit að þú getur svarað því. Hvað eru margar lóðir sem eru til staðar sem eru bara tilbúnar til uppbyggingar á nú þegar? Sem væri hægt að úthluta bara núna strax.
Sko, það í raun og veru bara þessar atvinnuhúsalóðir, sko. Það þarf að klára sem sagt fyrir þessar íbúðalóðir sem í hverfinu, þá þarf að klára þessa fornleifakönnun og fyrir hinar íbúðarhúsalóðina við Hofsbraut sem þá meira svona eins og, já, það sem færð svolítið eins og frístundabyggð, eitthvað stóra lóðir, að það þarf að klára sko skipulag það hefur ekki verið klárað, þannig að það þyrfti að klára það áður en lóðina meira úthlutað. Eru þá engar lóðir sem eru bara tilbúnar til uppbyggingar á eða? Engar íbúðarhúsalóðir, nei, bara atvinnuhúsalóðir. Þess vegna held ég. Bara atvinnuhúsnæði, já. Já, en ef að þessi fornleifakönnun kláruð, þá getum við fengið botn í það og þá getum nú kannski losnað einhverjar lóðir sem væri þá tilbúnar til útboðs. Hvað segir þið? Ef við þá að gera einhverja bókun að til að þrýsta á að það væri farið í þessar rannsóknir? Það ekki? Ég skal ekki gera drög að hann og senda á ykkur. Já, takk fyrir það. Ok. Má ég aðeins, ég heyrið í mér. Já, þú ert komin inn eftir, ég sá að dast út hann eitthvað. Já, það rafmagnslaust hjá mér, þannig að ég datt alveg út. Ég komst inn á þráðlausum sem ég á til. Já, ok. Rafmagnslaust í sveitinni? Já, það rafmagnslaust í sveitinni. Þess vegna, ég misti alveg af sjötta lið. Tókuð þið fyrir þarna textan sem ég sendi inn? Nei, ég tók ekki eftir ef þú varst dast út, ég skal varpa honum upp hérna. Voruð þið búin að ákveða eitthvað í sjötta lið? Í sjötta lið? Já, voruð þið búin að gera eitthvað í honum? Nei, ég raun ekki. Við vorum komin í sjöunda lið, sko. Við vorum komin lóðirnar. Já. Það sko, þarna meira gögnum sem ég langar til þess að við köllum eftir. Hvað segið þið því ef við köllum eftir meira gögnum eins og kemur þarna fram í þessu? Ekki bara þeim meira gögnum, þeim auðveldari að taka ákvörðun þetta. Það bara svoleiðis. Jú, ég myndi halda það. Já, þá bara finnst mér að kalla eftir meira gögnum. Eru allir sammála því? Ég átti mig ekki á því hvaða gögnum verður að óska eftir. Varðandi mælingar á hávaða? Já, ég skil það og kvartanir, það ekkert mál að fá það, en ég skil ekki alveg fyrstu setninguna. Já, það kemur fram í hjá þeim, sko, í svörunum sem kemur frá þeim, að það sé gjaldfest samráð að leggja yfirborðsefni til að binda þungmálma. Það væri spurning hvort að þetta væri aðgengilegt eitthvað hjá þeim að fá að sjá öll þessi gögn. Samráð við hverja? Skotæfingarfélagið. Já, ok. Það kannski vantar þá í setninguna bara. Svo maður skilja hana almennilega. Já, það getur verið, já. Ok, en þá þetta bara fínt. Svo var ég að velta fyrir mér hérna í sjöunda liðnum, sko, að það kemur ekkert fram lóðir og esjumölum og svo hlaupið yfir lóð 68 og 70 þannig við Hofsbraut. Þeir eru ekkert getið. Hefur þetta bara glemst eða veistu hvað það, Sigurborg? Ég þekki ekki lóð 68 og 70, sko. Það getur verið að það hafi bara glemst og sama með esjumölana, sko. Það einhverja lausa lóðir þar, atvinnuhúsalóðir, þannig að við getum örugglega óska eftir að fá upplýsingar þetta sem þú nefnir, Guðni. Já.
Bara til að halda til haga öllum upplýsingum því að maður sér að þetta vantar. Sigurborg, það þú að gera einhver texta varðandi vinarrannsóknirnar? Já, þetta verður örugglega bara 2 setningar í senda eftir augnablik. Já, það er bara aðeins að því ég fór að hoppa fram og tilbaka í dagskránni og má það gera ráð fyrir því að þið séu að leggja fram þá fyrirspurn samhliða þessum texta frá Guðna varðandi lóðaframboðið. Já, það er langskýrast að hafa bara sem sér fyrirspurn. Já, ég held það. Já. Mjög afsakið. Já, þá erum við komin að 8. lið, það er verkáætlun Reykjavíkurborgar um vorhreinsun og götum og gönguleiðum. Það er hérna til framlagningar. Götur í Grundarhverfi hafa nú þegar verið hreinsaðar einnig og gönguleiðir líka. Við erum frekar heppin í okkar hverfi hvað við erum alltaf framarlega í listanum þegar við byrjaði á því. Má ég aðeins koma inn í þetta, Marta hérna? Já, gjörðu svo vel, Marta. Já, það er bara fagnaðarefni að ef það er búið að hreinsa götur á Kjalarnesi. Ég velti fyrir mér aðeins varðandi sumarhreinsun á Slappinn, hvort að það séu einhvers konar plönum þar þegar fyrsti sláttur á að hefjast á Kjalarnesi og hvernig verður staðið að hreinsun á gróðri og beðum og öðru og opnum leiksvæðum. Já, ég hef ekkert heyrt af því. Nei. Sigurborg, veist þú eitthvað, getur maður nálgast einhverjar upplýsingar um það eða? Já, sko, ég held að þeir í áhaldahúsinu séu nú bara með þetta alfarið í sínum höndum, sko. Þannig, ég veit ekki, ég er svo sem ekki séð neinn svona gögn eða áætlanir um þetta, sko, en þetta hefur alltaf verið í nokkuð góðum höndum þannig frá, myndi ég segja. En aðeins þessu tengt að ég má spyrja, svona varðandi framkvæmdir í sumar á Kjalarnesinu. Eins og til dæmis bara viðgerð gatna og hérna svona almennt viðhald bæði á skólahúsnæði og leiksvæðum og fleiru. Hefur við fengið eitthvað yfirlit yfir það? Þannig að nú er verið að fara svona í átak á sumum stöðum, einmitt bara sem er svona viðbrögð við hérna COVID-19 og hvort að við tengumst því eitthvað að verður hluti þá að slíku átaki. Já, ég er ekki með þetta svona skipt niður eftir hverfum, sko. Það hefur ekki tíðkast að gera það mikið, en ég held að það væri mjög áhugavert fyrir Kjalarnesi að óska eftir þessum upplýsingum. Við getum gert það bara fyrirspurn til deilda framkvæmda og viðhalds á umhverfis- og skipulagssviði. Einmitt.
Eru fleiri? Ég skal bara setja niður fyrirspurn það, bara í lok fundar. Já, takk fyrir það. Það væri ljómandi. Ég að spá í taka hérna örstutt fundarhlé. Já. Bara örstutt. Þá erum við tilbúin til að byrja. Aftur. Já, þá höldum við fundi áfram og þá komið að 9. lið
sem er sumarleyfi íbúðaráðs Kjalarness. Það er gert ráð fyrir að við tökum sumarfrí eins og aðrir og það er lagt upp með að við fundum ekki í júlí og það kemur til held ég að því að þá eru mjög margir í sumarfríi og starfsemin hjá borginni kannski svona í minni funksjón en annars. Hafið þið eitthvað við þetta að athuga eða eitthvað pælingar? Allir búin að plana sumarfrí í ágúst? Ef ég má aðeins koma inn í þetta, mér líst ágætlega á að taka sumarfrí í júlí. Í rauninni erum við búin að taka út sumarfrí okkar því að við náttúrulega fundum ekkert að með COVID var en einhvað síður fólk er svo sem kannski búið að skipuleggja hásumarið og sjálfsagt að þessi tekið þá mánaðarfrí. En mér líst vel á það við fundum bæði í júní og í ágúst. Það er ágætt að við séum að funda í júní af því að þá getum við fylgst með þeim framkvæmdum og umhirðu á Kjalarnesi í byrjun sumars og svo er líka gott að við séum að koma saman þegar að skólarnir eru að hefja starfið í haust. Þannig að mér líst vel á þessa tilhögun. Einhverju fleiri sem að vilja tjá sig þetta? Nei, þá verðum við bara í sumarfrí í júlí. Já, með leyfi forma sem mann langar mig aðeins að bæta við. Það er sem sagt að það náttúrulega afgreiða þessar umsóknir sem koma vegna sumarborgarinnar og það er vonandi að það verði bara lagt fyrir sem þetta á fundi ráðsins í júní að það náist fyrir þann tíma. En ég er svona vekja athygli á þessu bara svona í ljósi þess að til kæmi að þetta boða til auka fundar seinni part júní til að sem sagt ávarpa þessar umsóknir. Þannig að, en vonandi þarf ekki að koma til þess. Já, mér bara líst vel á það og að gera boða aukafund ef að þarf er á. Já, við viljum gera það ef að þarf. Þá er komið að liði dagskráin sem heitir málefni hverfisins. Mér langar aðeins að byrja þar. Ég var að fá svona athugasemdir í tölvupóstinum varðandi 7. liðinn í dagskráin okkar. Ég held að sú athugasemd sé svolítið á misskilningi byggð því að það sem að þessi liður segir er að þetta er svar sem heilbrigðiseftirlit við fyrirspurn íbúðaráðsins sem var lögð fram. Við fengum þessir svör í raun munnlega í febrúar en kölluðum eftir að fá þau skriflega líka til að bara hafa þau á pappír. Þannig að ég mun ekki taka þessa athugasemdir sérstaklega til umræðu hér en ég mun svara í tölvupóstinum á eftir betur. Þannig að og ég meina við erum að reyna að skoða þetta mál með skoðsverðum. Já. Ég heyrði ekki alveg hvaða athugasemd þetta var. Getur þú farið yfir hana aftur? Já, ég skal bara koma athugasemd við lið 6 á dagskrárfundarins. Þar stendur málið er ekki fyrirspurn heldur áskorun með undirskriftum 37 íbúðahverfisins og óskast þetta leiðrétt. Þessi 7. liður snýst ekki þetta, hann snýst þessi svör sem við íbúðaráðið fengum frá heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að ég held að þetta sé í raun misskilningur. Allavega ég tel það. Þessi liður hjá okkur snýr að því sem við vorum að kalla eftir sem íbúðaráð. Þetta er ekki flaggið frá, hvað segja? Ég get svo sem
ef maður á að geta í eyðurnar, þá er vísað sem sagt í áskorunni þessara 37 íbúa og það var náttúrulega í upphaflega erindinu, þá fylgdi með skýrsla þar sem íbúar skrifuðu undir og það má geta þess líka að heilbrigðiseftirlitið fékk þessa skýrslu, skilaði frá sér umsögn hana sem fylgir með svari heilbrigðiseftirlitsins sem akkurat þarna gagn undir 7. var ekki 7. liður? Ég aðeins að velta fyrir mér þessu samhengi, hvort að við gætum haldið bara sérstakann fund með íbúum varðandi þetta málefni, þess að það virðist vera svolítið viðamikið og það eru ansi margar spurningar og fólk vil kannski fá meiri útskýringar, við viljum sjálf fá meiri gögn og þegar þessi gögn hafa verið lögð fram að við gætum þá boða bara til íbúafunda þar sem við myndum ræða þessi mál. Mér finnst málið vera þannig vaxið að við þurfum einhvern veginn að gera betur grein fyrir því, gagnvart íbúum. Ég sammála því. Já, ég held að við getum alveg tekið þann pól í þetta. En það er þá spurning hvort að við sem sagt, myndum halda þann fund þegar við erum búin að fá meiri gögn og þá kalla til, hvað segir maður, þar til bæra aðila til að svara spurningum á þeim fundi. Það er bara mjög gott að við reyna að flýta þessum fundi og þessi fundur verður þá fyrir sumarleyfi okkar sem er í júlí. Þessi fundurinn er það haldið einhvern tímann í júní, ef mögulegt er. Hvaða aðila myndum við vilja kalla inn á þennan fund? Það er heilbrigðiseftirlitið væntanlega og skipulags... Einhverju var skipulaginu? Já, skipulagsfulltrúi, en þá þarf aðeins að huga að því, sko, íbúafundir er ekki alltaf besti fyrirkomulagi til að koma upplýsingum til skila, þannig að ég held að það var gott þegar við erum komið frekar í gögnumáli að við svona, já, ræðum saman hvað væri besta leiðin til að bæði koma upplýsingum áfram en líka sjálfsögðu koma til móts við þá sem, já, vilja að það sé betra á sig hlustað. Ég legg til að fólk fari upp í Esju fyrir ofan stekk og skriðu í mjög góðu veðri þegar verið að ræfa niður á Skottsvæði, því að það er alveg ólíkitt þessi hljóð. Og ég held að það verður mjög hollt fyrir alla að hlusta á gauraganginn í fjallinu, hann er með ólíkittum. En eigum við þá að vonast eftir við erum búin að fá gögn fyrir næsta fund. Þannig að við getum þá skipulagt einhverja kynningu eða íbúafund eða hvað við viljum kalla fyrir sumarfrí. Já, sko, það hefur verið vaðinn að íbúaraðir hafi haldið opinn fund með íbúum og það getur þá verið þessi fundur sem er opnið fundur íbúaráðsins eitthvað tiltekið málefni. Þá getur þetta verið það málefni sem við vilja setja á dagskrá. Það er spurning hvort það gangi fyrir í haust, sko, því að ef við ætlum að verða einhverja svona social distancing núna, sko, social distance, þá getur það kannski verið erfitt núna fyrir bara sumars. En við að tala að það verður fjölgað til 250 manns í lok maí. Já, er það? Ok. Það gæti allavega verið gott líka, ef þetta er hluti af bara almennum opnum fundi íbúaráðsins að þetta væri það bara eitt af nokkrum málum sem væri á dagskrá. Það væri kannski svona betri römmun utanum svona íbúafund, þá eru ég reyni kannski að koma miklu meiri til skila og þú veist, fjalla fleiri málefni og svona, þannig að það væri kannski bara góð til að þetta væri þá svona hluti af opnum íbúafundi ráðsins, eða svo, já.
Þið skiljið hvað ég veit. Mikið rétt. En nú náttúrulega eru fundirnir okkar opnir og heilbrigðiseftirlitið var hjá okkur í febrúar, en erum við þá að tala í raun sem sagt ekki, hvað segir maður, ekki svona íbúðaráðsfund, heldur svona einhvern aukafund sem þá með íbúum og eitthvað auglýst öðruvísi eða? Já, við gætum Við erum að tala fund sem eru opinn fundur íbúðaráðsins og þá værum við kannski með einhver örfá mál á dagskrá og svo væri þetta megin mál fundarins. Þannig að íbúar myndi átta sig á því að við verðum að taka þetta fyrir og getum komið til afla sér upplýsinga og komið fyrirspurnir, sérstaklega hvað þetta mál varðar og hann það auglýstur sem slíkur, þannig að þeir sem að hafa áhuga á málefninu myndi mæta á fundin. Já, það væri líka hægt að hafa hann þá kannski í fólkvangi til þess að hafa meira pláss, Já. Já, ef við ekki, við náttúrulega erum að kalla eftir gögnum hérna. Ætlum við fáum Ekki sjá bara næsta fund? Ekki sjá bara hvað kemur inn á næsta fund? Gögnum. Mér finnst ágætlega á það, svona persónulega. Hvað segir þú, Marta? Finnst þér það langur tíma? Já, mér líst bara vel á það að við metum það bara, hvort þau hafi borist eða ekki. Já. Og þá verður bara að taka afstöðu til þess ef þið hafa ekki borist og þá bara breyta dagskránni í samræmi við það. Ok, þá flott. Er eitthvað fleiri svona mál sem þið vilja ræða? Já, ég var beðin að leita upplýsinga í gegnum íbúðaráðið. Það eru götuljós sem eru niður í Kollafirði. Eitthvað af þeim voru nú í eigu held í ríkisins en eitthvað setti borgin upp og það er búið að slökkva á þessum ljósum, segja þeir íbúarnir hana. Og þá er spurning hvort að við getum kallað eftir upplýsingum. Það er væntanlega Orkuveitan sem ætti að svara því. Já, alveg hygglust. Er það búið að slökkva bara öllum staurum eða? Já, ég held að sé ykkur einn staur þannig eftir því sem ég best veit, En það eru, ef ég man rétt, það sé einn sem er lifandi eitthvað staðar þannig, en það er sem sagt, var svolítið á staurum þannig bæði á vegu ríkisins, þess að þannig er tilraunastöðin. Og svo var eitthvað á staurum sett í tilefni sameiningarsamningsins milli Reykjavíkurborgar og Kjalarness. Það væri kannski Eini staurinn held ég við biðskilið sem að ég þúnast í vetur sem var í lagi. Einn staur þar. Já, það verið sástöð sennilega. Já. Já, ég held það sem bara mjög mikilvægt að fá þetta fram og við séum einmitt rétti aðilinn til að ýta á þetta. En það væri, til þess að þetta sé skilvirkt, að þá væri náttúrulega best að fá einhvern veginn kort eða mjög skýra afmörkun hvar þessi staurar eða eitthvað sem það er merkt inn á. Þannig að við getum sendt það áfram og fengið svör við því. Þannig að því skýrari sem að fyrirspurnin og óskin því betra. Spurning hvort þið getur fengið það frá íbúum eða hvað? Já. Við getum kannski bara unnið fyrirspurnina formlegar eða sem sagt, já, og senda inn til Heimis og hann myndi áttunda fyrir hönd íbúðaráðs. Getum við ekki gert það bara þannig? Það væri flott. Það er, ég er með þetta, sem sagt, þessa fyrirspurn frá þér, eða þetta orðið rétt. Já. Ef að ráðið vill leggja hana formlega fram á þessum fundi, þá er ekki til fyrirstöðu. Svo kannski getur þú sendt mér í kjölfari nánari upplýsingur staðsetningu? Já, bara finn ég eitthvað kort og set hring á það til þess að afmarka svæðið. Nákvæmlega. Ok. Er hættum því? Jú. Brilliant. Eitthvað fleira sem við viljum?
engar óskir það. Þá erum við að fara yfir í lið sem heitir umsóknir í hverfishljóð. Þetta lokaður liður, þannig að við þurfum að taka hérna smá fundarhlé og slökkva á streymi og ég þakka þeim sem hafa fylgst í streyminu og við höldum áfram eftir smástund.